Góðan daginn, kæru vinir og ágætu áhorfendur og hlustendur. Ég ætla nú að byrja á því að bjóða okkur upp á að ég taki niður gleraugun. Ekki svo skilja að ég hafi nú miklar skoðanir á því, en sjálfum finnst mér betra að vera ekki með þau vegna þess að það glampar svolítið þau. Og við þessir kvikmyndamenn og hérna þeir já, viljum hafa þetta eins gott og hægt er og þá reynum við að hafa það þá í því lagi sem hægt er en stundum gleymum við nú einu öðru og þá verður bara svo að vera og við reynum að læra af því næst og þá gengur það betur. En hvernig sem málin snúast þá er það ekki þetta sem við ætlum að spjalla heldur það sem Guð hefur mál að segja og hann horfir alltaf í sömu átt. Hann horfir á hjarta þitt og sér þar blómlegan völl og fagran völl sem hann vill hlúa betur að og gera ennþá fegurri og hann er mikill og góður garðyrkjumaður og svo besti sem að völ er á og hefur margt til mála að leggja inn í eitt og annað sem að við getum alveg notfært okkur og gert gott gagn með. Líka er það gott að hugsa að það sem hann er að gera er alltaf til góðs. Þú ferð ekki og lærir hjá honum illskuverk. Þú getur lært þau í það af mörgu fólki en þú lærir það ekki hjá drottni því að það er ekki neitt svoleiðis til í honum. Við hins vegar erum tilbúin í ýmislegt því að við erum alltaf að hefna okkur á einhverjum og erum aldeilis til í að fullgera það verk með hinum ýmsu hætti og þá veljum við til okkar þetta hefnigjarna fólk sem kann jafnvel ýmsa klæki og við förum að apa eftir því. En þetta er ekki það sem drottinn er að kenna og þetta er ekki það sem hann vill að þú nemir. En hann veit af þessu. Og þó þú vildir gera þetta og tækir ákvörðun að fara þessa leið eins og sumi gera, myndi hann ekki stoppa þig. Það skaltu vita. En þú þarft því að vita hver drottinn er og veikleika þinn eigin veikleika og líka að þú ræður öllu þínu lífi. Hann hlutast ekki til eitt eða þitt líf og mun heldur aldrei gera, aldrei. En hann er sem sagt góður við okkur, hann ann okkur, hlúir að okkur og vill okkur vel. Og hann er með menn eins og mig og þig og okkur sem erum að tala hans orð. Og hans orð býður þér að byggjast upp. Og maður og kona sem gefur sig út fyrir að vera rödd drottins verður að tala eins og drottin vill að viðkomandi tali og hann ber því alltaf gott fram úr þeim sjóðum sem að drottin hefur fóðrað hann með áður. Þannig að vera kristin manneskja, heill í sinni trú og heil, býður þér verk upp á hvern einasta dag að þessu leyti. Og þú sem skilur hvað er verið að tala veist líka að þetta er hellingsvinna að gera þetta. En þetta er vinnandi vegur vegna þess að þetta er það sem að hjarta þitt vill gera og þetta er það sem að þér líður best við að gera og þú fær besta lífið af og þess vegna keppur eftir því að gera þetta tryggara, styrkja stoðirnar undir þetta því að hver af okkur í raun og veru vill ekki eiga bara gott líf, rólegt líf, friðsælt líf og allt það. Margir eiga þetta, margir státa þessu og þetta eru lukkurnar Pamfíla. Akkur er státaðir að því vegna þess að þeir hafa verið að gera þessi þarf til að þessu verði. Þeir vita, alveg svo ég og þú, að við ráðum svo miklu okkar eigið líf. Við erum ekki fólki sem bendir og þennan hefði þessi ekki komið inn í líf mitt þá var þetta allt miklu betra. Því að það er heimskutal að tala svona. Svo við utan það að þá getur svo margt breyst í lífi mann og kvenna. Þú kemur, þið kannski segjum að einhverju byrji samstarf saman, allt í guttinn og góðu með það. En svo bara gerist einhver á leiðinni. Hvort sem einhver ætlaðist til að það gerði eða ekki, en það gerðist einhver á leiðinni sem breytt öllu. Hverjum er það að kenna?
Það þarf ekki að vera nokkrum að kenna, nema bara einhvern veginn fóru hlutir að snúast öðruvísi, menn og manneskjur að breytast í hugafæri, eins og gerist með okkur í lífinu, og við þurftum að takast á við það, og það leiddi til margs konar leiðindajafnvel sem að breytti öllu fyrir okkur. En samt eru við nógu þroskað fólk til þess að benda ekki á næsta mann og segja, hefði hann ekki komið inn í þetta, þá hefði þetta allt saman verið áfram gott og fínt, því að það er bara rám. Svo fyrir utan það, þá veistu bara ekkert um það. Þú veist það eitt sem gerðist og getur því dregið einhverjar ályktanir út frá því. En þú voru að muna það að þegar þið fóruð í samstarf á sínum tíma, þá gerðu allir það í sátt og samlyndi. En þú veist ekki frekar en ég en í aðrir hvað framtíðin ber í skauti sínu. Þess vegna er kennsla okkar kristinumann alltaf sama. Leyfum Drottni að vera með frá upphafi. Því hann sér fram yfir það sem þú sérð, hann sér alla framtíðina og með þessu mannskap segir hann, þetta á að geta gengið upp. Að þetta er valinn maður þannig séð í hverju rúmi, valinn að honum þá. En svo komst þú með besta vinin, segir það, ekki næst besta, þú ert farin að taka besta vinin með þér, því hann er aftur orðinn bestu vinin. Og þú tekur hann inn í, en hann reynist sá sem er veiklundaðastur í hópnum. Og framtíðin kannski leiði það í ljós, hann er sá sem á endanum allt hriktir í. En hver sá þetta fyrir? Ekki nokkur maður. En það má kannski segja það að þarna hefur verið gerð mistök með því að taka þennan inn, eða þessa inn, því hún og hann, eða hver sem þetta er, reyndist þegar upp var staðið ekki verað traustsins verður, svo má alveg segja. En það var til þess að allt hrundi jafnvel, sem að þú gerir svo miklar væntingar til og bjóst svo miklu við af. Aftur komum við að því, leyfum bara Drottni að ráða. Vanti mér mann, segðu þetta með mig, vanti mér mann, skal Drottinn koma með þann mann. Ég ætla ekki að hlutast neitt til það, því að ég raun að veru, ef þú horfir þannig á málið, þá ertu ég raun að segja að Drottinn er bestur af öllum til þess að velja fólk saman. Og við fórum saman í þetta, þú kannski fékkst kall frá Guði að hann vildi að þú gerðir þetta, hann gerir það oft og þá fór á stað einhver fabrikað eitthvað og þú ert trúið manneskja og lagðir þetta fram fyrir Guð. Svo fórstu að fá til þér fólk sem þú vissir að Guð var að senda og þú jafnvel hafðir samband við fólk sem að Drottinn myndi þig á í þessu samhengi og þú hafðir samband og það kom og þú komið með alveg kjörinn hóp. En þú þarf líka að vera á varðbergi upp á hverjir er að koma að. Eins og við vorum að tala þá ertu með besta vininn að þú ekki lengur í fíl út í hann og hann er komin að aftur og hann reyndist vera svo veiklundaði þegar upp á staði því að bestu vinur minn, hann er ekkert endilega sterkast á stóðinni í öllu sem við gerum. Það breytir ekki því að við getum líka mjög vel við hann, en í samstarfi var hann kannski ekkert mjög heppilegur. Þetta er eitt af því sem við þurfum að svona ígrunda, en það er útilokað að sjá þetta fyrirfram vegna þess að þú veist svo lítið menn. Svo veist það náttúrulega ekkert hvað framtíðin ber í skauti sínu. Mikið og gott plan og allt bara allir áhugasamir og að þetta gangi sem allra best, svo líða árin. Og hvað ætla þau að færa okkur? Alls konar reynslu, vonbrigði og gleði og allt þar á milli, menn kom og fara, menn gefast upp og fara, nýir kom í staði sem þú veist ekkert Þannig að þetta er ákveðin vandi þarna á ferð. Þannig að ef þú sérð, þú ætlar að vera með tryggingu fyrir því að þetta gangi bara endalaust, ég veit að Guð vill að það sé, þá skaltu hafa samband við hann. Muna það, hann er verður. Hann er í deginum, hann er núna, hann er tilbúin til að heyra kallið þitt. En þú verður að knýja á, þannig er það alltaf hjá Guði.
og þessi knýja á, leggja fram það sem þeir eru að gera og bíða eftir niðurstöðum frá hæðum, þeir munu alltaf vera með sigur pálmann í höndunum. Fullt af fólki sem að væri til í að koma, sem væri gott að vera með þar. En þú skalt leyfa drottni að koma með þetta fólk. Og þá ekki endilega víst að hann taki bara þá sem þér líst hvað best á. Þetta nú eitt af því sem að menn að velja mann og annan og sumir eru bara alveg skelfilega lélegir mannþekkjara. Og það vitum við líka. Einhvern veginn auðvelt að tala þá til, kannski svona í hjarta sínu einfalt fólk, það alltaf að vera einfaldur í hjarta sínu, en sumir eru betri mannþekkjarar en aðrir og þeir aftur á móti eru þá kannski hæfari til þess að velja rétta fólkið inn. Það ekkert allir hæfir til þess að velja rétt fólk í þessa stöð og hinna. Þannig að þegar við sjáum að við erum í raun og veru að gera okkur mjög háða drottni þegar við erum á þessum stað og þetta vegna þess að við viljum að þetta fari allt saman vel og punktur og eftir. Og við trúum því, þetta kristna fólk, að það fari vel með drottin við stýrið. Frá degi til dags, það sem byrjaði vel, haldi áfram að vera gott og svo kannski endar þetta þegar þú ert orðinn gamall kall eða gömul kettling og það allt í lagi með það, eða þá að einhverjir ákomendur taki við og það líka alveg til í dæminu, það er oft gert svo sem. En þetta var allt saman bara eins og pálmi í þínum höndum og meðan að þú varst við þetta, vegna þess að þú gerðir þetta rétt, þú leitaði Guðs, þú varst heiðarleg manneskja, þannig alveg númer 1, 2 og 3 í öllu svona að vera heiðarleg manneskja og þá tekur þú ekkert með kæri vinur sem að snýr ekki að þér. Það gerir þú ekki. Nú við veitum að eigandi sem segist eiga eitt og annað, hann bara fer í peningakistuna þegar hann langar til. En það gerir þú ekki. Settu með allt þitt á hreinu. Jú, þú bara semur við stjórnina, segjum það laun og lætur það duga. Vanti meira, þá bara vantar meira. Þú ferð ekki í einhverja sjóði eða kisturnar í fyrirtækinu sem að þú hefur raun og veru engan rétt til að gera og þótt þú eigir þetta allt saman sjálfur, þá værirðu að stela. Og þjófurinn kemst aldrei langt, hvort sem hann heitir ég eða þú. Þetta eitt sem við þurfum að passa. Og séum við með alla þessa grunnþætti á hreinu, margir eru það, því að mörg fyrirtæki eru blómleg og hafa alltaf verið blómleg. Það var hægt að nefna mörg fyrirtæki sem hafa alltaf verið blómleg og verið með allt utanumhald í lagi. Og fyrir utan það að vera með gott fólk sem náttúrulega auðvitað mikilvægt að sé. Allt vegna þess, og ég tala nú ekki fyrir okkur sem eigum trú í hjarta okkar. Við erum með svo mikla yfirbyrði yfir vantrúnni sem að hefur ekki sama. Við getum leitað Guðs. Við hljótum að þurfa að leita Guðs í öllum okkar verkefnum því við viljum að þetta eigi sér langa framtíð. Við viljum ekki sjá hrunaslóð eftir kannski 10 ár, að þá sé þetta allt saman bara búið. En ef við pössum okkur ekki, ef við stöndum ekki pliktin okkar í Jesú nafni, þá gerir það enginn fyrir okkur. Þeir sem að stofnuðu, þeir verða að passa þetta. Gera það, ég veit ekkert hvað menn gera, en þetta er leiðin. Þannig að þú séð, ef þú ætlar að vera sanngjarn, þá ertu alltaf með sömu árættinguna. Leitum Guðs í dag. Við leitum hans í gær, nú nýr dagur og nú ætlum við að leita hans. Sáuð ekki hvernig drottin er allt í öllu allstaða. Honum er ekkert sem að okkur snýr, eitthvað sem hann vill ekki skipta sér neitt að. Ég var alveg til með að vil ekki skipta mér af öllu sem að þú ert að gera. Og þarf þess heldur ekki þig. Ég er ekkert betri en ég klárar en þú að mörgu leyti. Það getur vel verið að maður geti lagt eitthvað inn í púkið svona inn á milli, en þú hefur oft gert það og bara farist vel úr hendi. Þannig að þú þarft ekki þannig séð á mér að halda. En við getum auðvitað verið vinir og erum það, en þú þarft á Guði alveg hygglust að halda hver sem þú ert. Og það er málið
fyrir mig og þig að benda alltaf á hann. Hann málið. Og ég bara einn af öllum hinum sem að tigna og tilbiðja Jesú. Ég vil að hann sé allt í öllu í mínu lífi og hann hefur verið það. Og hverjum bera þakkirnar? Auðvitað honum. Og maður getur svo að þakka sér þó sjálfum fyrir það að maður hefur þó haft burði til þess að leita hans. Af því að hjartað fullt af honum. Það hægt? Ég fullir það að mitt hjarta fullt af honum. Ég veit ekki með þitt hjarta því að ég hef ekki þitt hjarta. Þú hefur það sjálfur og sjálf. En ef þú vilt segja mér þá máttu það alveg. En það breytir engu fyrir mig því að þú getur sagt mér hvað sem þú vilt. Ég vil bara Drottinn staðfesti það sem ég að segja og það ein kennsla. Leyfum Drottni að staðfesta það sem við segjum. Hvað segir þetta mér? Ekki segja meira en þú getur staðið við. Býtu bara með að segja eitthvað sem þú getur ekki staðið við, þangað til þú getur staðið við það. Því að veggirnir hafa eyru, það nú bara þannig, svo ókostur nú í þessu lífi að veggirnir hafa eyru og það getur farið eitthvað af stað sem átt aldrei að fara af stað en fór af stað vegna þess að veggirnir bara tala. Stundum það þannig. Og það ekki góð staða. Ef eitthvað í gangi sem átt aldrei að komast upp, svo náttúrulega fyrir utan það, að þá þetta bara til pukarars, hættu þessu pukri bara. Og vertu bara hreinn og beinn og komdu fram eins og það Það langbesta leiðin og það svo leið sem að Drottinn vill að við förum. Það svo leið sem hann fór. Það engin spurning um það. Hann var ekki með eitthvað, hann var ekki svo nánus að vera eitthvað að fara með veggjum. Fyrir utan það þá þurfti hann aldrei að fara með veggjum vegna þess að hann var með allt á hreinu. Hann var heiðarlegur. Þetta var drenglunduð manneskja og þú getur alveg verið drenglunduð manneskja. Þá þarft þú aldrei að fela þig fyrir neinu. Þá þarft þú aldrei að bera kynróða fyrir neitt sem þú hefur gert. Við getum verið vandað fólk. Við eigum að vera vandað fólk. Við eigum að lyfta Jesú nafni upp. Við eigum að vera það sem hann boðaður og kendur. En ef við viljum það ekki sjálf þá getur engin neitt hlutast til það. Það nú eitt af þessu sem við algjörlega og hiklaust ráðum yfir og ráðum yfir. Þannig að við erum alveg okkar einnig þannig séð. Bara við höldum okkur við Jesú. Og nú nýr dagur, nú uppi sá dagur sem að Drottinn gaf okkur. Og hann segir við mig að hann vilji að ég tigni sig og lofi sig og eigi samfélag við hann vegna þess að hann að bjóða það. Og vill ég þetta? Ég náttúrulega vill það, Hef viljað það í 30 ár. Og núna öllum þessum árum seinna ég bara, komdu bara með það sem þú vilt. Hver dagur fyrir sig. Þannig hefur maður gert þetta og þú hefur gert eins. Hver dagur fyrir sig, við höfum ekkert annað en daginn. En við getum notað þennan dag til þess að byggja okkur upp. Og þá göngum við styrkar og styrkar inn í þessa framtíð sem algjörlega hulin. Þú getur ekkert annað velt fyrir þér hvar þar En framtíðin kemur með það sem hún hefur. Og ef við búum þannig hnúta að Drottinn var með í deginum og þá bara sér hann þetta. Og þú mætir bara hverjum blómlega agrunum eftir annan. Sumir ekki þarna. Sumir fóru illa með það sem þeir voru með og í slóðin bara, þetta allt horfið. Það ekki það sem Drottinn lagði upp með. Ekki heldur með þig eða mig sem að kannski þannig fór hjá. En ég vil ekki að fari þannig hjá mér. Og akkur ekki. Því vil ekki horfa upp á hrunaslóð í minni slóð. Hún hefur ekki verið hingað til og ég ætla nú ekki að enda dagana mína þannig að það sé bara allt hrunið. Ég veit alveg hvernig ég held áfram. Ég held áfram með því að lyfta upp nafninu Jesú. Og ég mun boða það áfram fyrir bæði mig og þig. Þetta ræðan sem ég hef flutt í 30 ár í raun og veru. Ég hvatt menn til þess að vera á varðbyrgi gagnvart sinni trú. Leyft trúnni að vaxa og leyfa trúnni að vaxa. Leggja fram fyrir Drottinn öll mál sem að manni snýr, einkum og sérlega þau sem orka, kannski ekki orka tvímælet, en svona eru kannski snúin í framkvæmd.
Við verðum aðtúa það eins og vorum að tala í upphæðu, þú varst að byrja á einhverju. Ég tala nú ekki einhverju fyrirtæki eða einhverju. Þá skaltu bara leggja það fram fyrir Guð. Hann slæðir ekkert á hendurnar á, hann getur alveg gert það, en líklega gerir hann það ekki. En hann segir, ok, við skulum bara gera þetta saman. Og hvað að gera einhvað saman? Þú leitar til hans sem að þú ætlar að vinna með. Hann heitir í þessu tilviki Jesú. Og þess vegna að því að þú lagðir þetta upp með honum, þá skaltu líka bara halda þér við hann. Þú getur sagt honum allt. Þú getur beðið hann allt. Hann tekur ekkert kannski fram í fyrir hendum og gerir það ekki, en hann vill að þú heyra þetta frá þér. Hann segir að, þú segir kannski að þessu sem þú sendið mér síðan, hann nú ekkert að standa sér neitt vel. Það getur alveg gerst, þegar menn eru misjöfnum hæfileikum gætir. Þú taldi þennan einstaklega hafa þessa hæfileika, en nú er að koma annað í ljós að hann hefur þá ekki. Getur verið vænsti maður og allt það. Og hvað ætlar að gera? Já, þú getur staðið frammi fyrir því að þú eru að skipta út. En þú ætlar ekkert að gera það upp á eigin spýtur. Þú ætlar að tala við Jesú. Hann fór með þér af staði verkefni og hann bíður eftir því að þú leitir sín. Og hvað meira? Hann hefur ráðið. Hann getur alveg komið því svo til vegar að þessi einstaklingur verði áfram, sem að kannski þú vildir helst af yrði. Hann, ef hann er eitthvað farin að slaka á og eitthvað farin að vera kærlaus og allt getur gerst við okkur, þá mun hann hrista upp í honum svolítið. Hann tekur sér aftur því taki sem hann var með og fer aftur að gera jafn góð verk og hann byrjaði að gera. Og þú sér það og allt er í lagi og þú segir að hann þurfi ekkert að fara þessi. Það vitlis er þetta. Að hann tók sér taki. Þegar þú gerðir rétt. Það lenti aldrei neitt á þér. En svo allt í einu sástu það bara maðurinn var farin að vinna eins og hann átti að vinna. Svo talaði við Jesú. Og hann sá rest. Þetta er það sem að þú átt að gera og við eigum öll að gera. Tölum við Jesú. Og þá erum við aldrei í neinu vandræðum með einn eða neinn. Og við skilum á okkur þau verki sem við erum kölluð til að skila, góðum verkum. Og svona getur þetta bara haldið áfram. Og Jesú í deginum. Þið talið saman. Hann er ráðgjafinn. Þú talar við hann. Og hann gefur þér ráð. Bendi á þetta og bendi á hitt. Og ef einhver kemur upp í hópnum, þá er Kristur sá sem bendið þér á það. Því þú kannski stofnaðir þetta og þú ber á vissan hátt ábyrgð á einhvernum parti af þessu. Og sá sem ber ábyrgð, hann náttúrulega hefur skyldur og hann gagnar því sem hann ber ábyrgð á, hvort sem það er ég eða þú. Öll höfum við leið að Jesú. Öll höfum við leið að honum sem talar og gerir það sem er rétt og hver kristinn maður veit ekki það að Kristur gerir það sem er rétt. Hver veit ekki eigin veikleika og veit ekki að sumt sem ég geri og þú sem einstaklingar hefur ekkert farið neitt eins vel og átti að fara. En Obbi verka okkar kannski hefur gert það. Af hverju? Því við leiðum Drottni að vera með frá stigi til stigs. Og svo komum við með þetta fram, flott verk. Kannski er of mikið að segja fullkomið verk, því að það nú veist ekki til í okkar höndum, en svona, já, nokkuð gott verk. Og það má alveg getum það sem vel er gert. Og við getum verið á þessum stað, en við gerum það aldrei ef við erum svona dintinn og dantinn með Drottin í huga. Þá getum við aldrei gert það, því að hver dagur bara hefur sína þjáningar, byrðar og áhyggjur. Við erum inn í þessum dögum, en Drottinn er hinn sami. Hann sér og fylgist með og veit að þú ert að glíma einhverja glímu og leiðindaglímu, við erum stundum að glíma leiðindaglímu. Hann segir, þetta er allt í lagi, leiðu mig bara að vera með þér í þessu og ég lofa þér því að þetta fer eins og á að fara. Fer vel. Og svo kemstu yfir áhyggjurnar og þú sér að þetta er allt saman að ganga upp og þá skaltu líka lofa Guð. Við gleymum svo mörgu á leiðinni vegna þess að það er svo margt sem mætir okkur.
Við viljum gera það sem er rétt og það sem er gott og ég veit allt það, en við erum bara ekki alltaf að gera það. Eins og Páll segir, að góða sem ég vil geri ég ekki, en það vonda sem ég vil ekki geri ég. Hvað er hann að tala um? Hann getur verið að tala um eitthvað guðsverk. Það, já, er guðsverk sem hann vill gera, en gerir ekki. Svo kemur þetta spriklandi leiðinda hold og hann fyrir að sinna því eitthvað. En það vill hann ekki gera, svona í anda sína, af því hann er kristinn maður. Hann vill bara gera eins og ég og þú við viljum gera það sem Kristur er að boða. Páll er að tala um þetta, því hann var bara maður eins og ég. Ég raun og veru með ekkert fram yfir mig. Kannski finnst einhverjum hroki að tala svona, en Páll var bara maður. Og það var margt sem breyttist hjá mér, þegar ég fór að sjá þessa menn bara eins og mig og þig, með ekkert fram yfir okkur, en þeir eru þessu stórmenn í trúnni. Ég get sagt, ég vil stefna þess að verða eins og þeir, hvað þetta varðar. Þá ger ég eins og þeir gera. Þannig verð ég það. Og það er svo sem göfugt að stefna á það. En þú verður þó að gera það sem að þessi menn gerðu. Þeir fóru eftir orði Guðs og ég geri það líka, að því ég hef möguleika á því. Ég get alveg verið eins vel að mér í orði Guðs eins og allir þessir menn. Er ég það? Það veit ég ekkert og ég er ekki maðurinn sem er að mæla mig út með aðra. Ég varðar raun ekkert hvað aðrir eru, en ég vona, að ég sé þokkalur að mér í orði Guðs. En það er engin mælistaka fyrir einn eða neitt. En það er gott fyrir mig að vera það. Þú segir þetta með mér fyrir þig. Það er gott fyrir mig að vera góður að mér í orði Guðs. En setjum við ekkert á neitt stall. Aldeilis ekki. Það er ekki siður barna Guðs að vera með sjálfa sig á einhverju stalli. Ef Guð vill eitthvað hækka, þá bara gerir hann það. Hann bara ræður þess alveg. Ef hann vill heiðra mann, sem ég trúi nú að hann gerir, þá bara gerir hann það. Hvað var það mig um það? Ef ég er manneskinn sem hann vill heiðra, þá bara heidrar hann mig. Þá er það vegna þess að ég hef einhverju leyti að hans áleiti unnið til þess. Ég ætla bara ekki að rífa það af honum. Bara aldeilis ekki. En það setur mig ekkert á neitt flug. Ég er bara konni gamla úr Hafnarfirði þrátt fyrir það. Og ég vil bara vera það. Ég kann vel við konna gamla úr Hafnarfirði. Ég konna gamla, hann er alltaf eldast. Þú sér það. Og fitna og grennast svona á milli og allt saman það, eins og þú, líklega, kannski. Þessi einstaklingur elskar Jesú og hefur gert það lengi. Hann er enn að tala á sömu nótum og hann hefur alltaf talað. Hann er að hvetja sjálfum sig og þig með sér. Hlúum að trúnni okkar, krakkar. Leifum henni að dafna og vaxa og munum eftir Jesú í öllum kringustæðum og aðstæðum sem við erum að rata í þá og þær eru alltaf einhverjar. Við sleppum aldrei við kringustæðum. En við getum svolítið stjórnað þeim og betur ef við munum bara eftir Jesú. Leifum honum að takast á erfiðleikum. Við vorum að tala um mannaforráð sem að sumir hafa og það getur oft verið vandamál fyrir þá sem eru með mannaforráð því að það kemur alls konar upp í hópnum sem þarf að leysa úr og það er ekkert alltaf skemmtilega verkefni. Það er oft bara alveg skelfilega leiðilega verkefni. En ykkur þarf að gera þessi verk og ef þú ert með þessi mannaforráð þá skaldu bara líka sinna þeim. Það getur verið í þínu hlutverki að leysa úr og greiða flækjur og kemur óbyggilega oft upp. Þá skaldu bara gera það og leyfa þér að gera þetta með sæmd og þú færð sæmdina því þú ert að leita Guðs í öllum þessum málum. Hann er með þér og hann er viskan. Hann vill ekki að neinn stífni komi upp og fá hann að ráða, þá kemur engin stífni upp. Er þetta ekki svolítið mikið að segja? Það er bara aldeilis ekki það, því að Drottinn stendur við það sem hann hefur sagt. En allt er þetta nú til lærdóms og reynslu. Þú getur þurft að reyna svo ótal margt bara til þess að skilja og fatta hvað þetta snýst. Þegar þú ert að glíma við annað fólk, þá lærir þú af reynslunni. Og þú lærir inn á þessa mannesku hina og veist að það þýðir ekkert að koma að þessari svona eða þessum og þá gerur þú það ekki.
Þú fer öðruvísi að. Þú segir að ég ekkert að tala við þessu eða þennan með þessum hætti, við verum að nota eitthvað annað og annað, þá gerum við það. Þegar við erum skynsamt fólk, við erum fólkið sem viljum leysa hlutina. Við erum með Drottinn og hann hvetur okkur til þess að leysa þessa hluti með þeim hætti að viðunandi sé. Og hvað er viðunandi? Er góð lending ekki viðunandi? Er það ekki eina leiðin þar að fá fram þessa góðu lendingu? Og við gerum það með því að gera hlutina rétt og pottþétt verða þér réttir af því þú leitaðir alltaf Guðs. Þetta er nú ekki flóknara en þetta og að þurfa eitthvað að vera að útskýra svona þætti fyrir kristnum manni. Ég segi nú bara á móti, hvar er sá kristni maður? Akkur þarf ég að gera það, vera að útskýra einhverja grunn þætti fyrir kristnum manni sem á að vita þetta jafnvel og ég. Og hefur sömu möguleika til að vita þetta jafnvel og ég vegna þess að við erum báðir undir sama hatti, sama einstakling sem heitir Jesús Kristur. Hann gefur öllum örlátlega sem kom og biðja. Hann segir það sjálfur. Og við kennum það og tölum rétta kennslu þegar við segjum að hann stendur við það sem hann segir. Og hann ræður öllum mönnum heilt. Hann segir nei ef hann líst ekki á. Hann er alveg maður til þess. En hann segir líka já, séum við með hugmyndir sem muni gagnast og verða til framdráttar. Hann hugsar alltaf um það. Hann hugsar alltaf um heill síns fólks. Og svo fyrir utan það þá elskar hann það þegar ég og þú og við leitum til hans. Þú sem foreldri, ég er ekki viss að þú yrðir svo glöð eða glaður ef að barnið þitt leitaði alltaf til einhverja annar en þín eftir ráðum. Ég held að þú yrðir ekki trefin af því. Ég er viss að það myndi særa þitt djúpur sári. Þetta vel verið að einhverju búi við þetta en ég veit ekkert um það en sama gildir Guð ef þú myndir aldrei leita til hann sem eitt eða neitt samt er hann sá ráðabesti af öllum ráða góðum. Það myndi hryggja hann og særa. En hann myndi að sjálfsögðu ekki hafna því hann hafnar engum fyrir frá aldrei. Hann er ekki sá sem hafnar. En það er hægt að særa hann. Það er hægt að, særa hann og hryggja. Og eitt af því sem hryggir hann er þegar ég og þú viljum ekki leita til hans en allra annara. Drottinn er til hægri, við fyrum alltaf til vinstri eftir ráðum. Svo það er alltaf komið í steik og við konur í því líka ógöngur að við skiljum ekki af hverju við erum í öllum þessum ógöngur. Þá kannski dröttustu við til Drottins og spyrjum hann ráða. Hann bíður eftir því. Já, grættum verið komið fyrir löngu, hann segir ekkert svona, hann bara fer í verkið. Þegar þú kemur og biður hann um það, þetta er Guð sem ég er að boða. Þetta er Guð sem mun standa við þetta. Ég þarf ekki að standa neitt við þetta þegar ég er engin Guð, ég er bara maður eins og þú sem framber það sem Guð vill að þú heyrir og ég líka. Þannig þetta er nú allt saman í hans hendi. Þetta eru allt saman hans ráð. Og hann er að nota fólk mig og annan til þess að segja sín ráð og hér er ég að segja einhverjum eitthvað sem að kannski hjálpar honum og ég trúi því að muni hjálpa honum og sem er kannski í þessum aðstæðum að hann er að velta fyrir sér einu og öðru og er ekki alveg með á hreinu hvernig hann eigi að tækla það. Guð veit það. Nú er ég búinn að benda þér á leiðina, talaði við hann. Já, þú meinar það, já, ég var nú eiginlega alveg búinn að gleyma því maður, já, ég held ég tali bara við hann. Og viti menn, og þá kemur fyrir eitthvað að skýrast. Það verður ekki einhverjar eldglæringar. Það var að máli fara að skýrast. Það fyrir að ljúkast upp fyrir þér leiðir sem þú getur farið. Þannig vinnur Guð. Og þegar maður hefur sjálfur strandað sem hefur nú oft komið fyrir og þá hafa leiðirnar komið svona, maður hefur séð þetta og hitt og þannig að í dag veit ég að ég muni leysa verkefnin hver sem þú eru. Af því Drottinn er með. En stundum þegar ég horfi við farið veg, ég veit ekkert hvernig maður fór að þessu og hinnu. Bara með ekkert hvernig ég gerði þetta. Það skiptir engu máli. Því ef ég þarf að gera þetta aftur, sem ég finnst nú ótrúlegt, það bara mun að koma og leiðbeina mér. Þannig að ég hef engar áhyggjur af þessu.
En ég vil, ef einhver áhugjur væru eitthvað, þá myndi þær vera helst það að ég gleymdi að lúta drottni, biðja hann ráð og leiðsögn. Það væri kannski það skelfilegast fyrir mig að það kæmi fyrir. Sjálfsagt hefur maður oft gleymt því, en þetta allavega ekki það sem ég vill að gleymist. Ég vil að sumt sé bara á hreinu í mínu lífi. Og drottin hefur dregið til mín gott fólk og ég umgengst gott fólk og í kirkju sem ljúf og góð og þægileg og ég trúi á að ég sé mikla og langa framtíð. Við erum öll ágætis vinir þar. Þessi kjarnafjölskylda þar öll bara nokkuð samhent, já, hún bara samhent en það ekkert á okkur eins og við þurfum ekkert að vera eins, en okkur þykir vænt hvort annað. Þess vegna verða líka stundum fara menn í fílu vegna þess að þeim þykir raun vænt hvort annað og ef einhver bregst einhvern veginn öðru sem við en ætlast var til og þá komin fíla upp kannski og það alveg eðlileg. Kannski heimskulegt og allt það, en alveg eðlileg. En því okkur þykir grunninn vænt hvort annað. Við megum ekki gleyma þessu. Og þetta, þegar við erum konur farin að hugsa svona, þá yfirleitt lagast þetta allt saman miklu fyrr. En ég tek það fram að það ekkert svoleiðis í gangi neitt núna, en þetta getur alltaf gerst. Ég aðalega að tala þetta vegna þess að það getur svo margt gerst og allt getur gerst undir af litlu tilefni og það einn og vandinn sem við þetta blessaða fólk erum að glíma við, það gerist margt af litlu tilefni. Og náttu sjá við það að við verðum að muna eftir því að leyfa drottni bara að vera Guð í okkar lífi. Einfaldlega vegna þess að hann vill það, fyrir svo utan það. Og það nú aldeilis heiður að drottin bara eiginlega farið fram á það beint að ég bara leiti til sín þegar einhvað blæs á móti. Hver annar býður þetta og hver annar stendur við þetta. Þú hefur kannski margoft sagt þetta við næst besta vininn, því að nú ertu komin aftur í fílu út í besta vininn. Þetta gengið svona stormar og stillur þar. Og þú segir við hann að bentur honum á Guð og það bara allt í lagi með það. Þú heldur áfram að elska þinn Guð, hvernig þessi sambandi ykkar vinanna þá og þá. Það náttúrulega ekki gott ef þetta eitthvað stormarsamband, sundur saman samband, það ekki gott, en hvað ætlar að gera í því? Menn eru bara eins og þeir eru. En Guð hinn sami, hann einn. Og þetta getum við alltaf bent á. Guð hinn sami. Og hver Guð? Kærleikur. Segir okkur sannleikann. Umvefur okkur í kærleika. Og kærleikur hans yndislegur. Við þurfum á honum að halda sannarlega. Við þurfum á honum að halda á hverjum degi, öllum tímum, öllum stundum, sannarlega. Og hann til reiðu, hann með þér. Og okkur líkar vel eitthvað gott sem með okkur, gengum með okkur. En erum við að hlúa endilega því, það þarf ekkert að vera. En með tímanum og tíðinni þá gætu svo farið að við viljum ekki hlúa neinu öðru nema því sem að gera okkur best af öllu. Þannig að við erum að læra, við erum manneskjur og fólk sem erum að læra og viljum læra og lærum. Það bara svoleiðis. Ríkti alveg ágætt í dag hjá okkur og Konráð núna þeir þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki drottins áfram.